Og staðan orðin þetta 2-1. Gult spjald á Jóhannes Berg. Ungur félaginu Einar Magnússon, fæddur 2002 en þá gjaldgengur í 3. flokki. En Benedikt Óskarsson, sonur Óskars Bjarna Óskarssonar, skorar hérna með einkar laglegum snúningi. Benedikt, eða Benni eins og hann er kallaður, einn allra efnilegasti leikmaður landsins. Gífurlegt efni með mikla tækni og frábæra hreyfingar. Já, Óli óheppinn. Óli hefði átt að gefa sér meiri tíma í hoppa upp og skjóta almennilega á markið. Tómas Sigurðarson óheppinn hérna, fær dauðafæri en Sverrir sér við honum. Já, frábær klipping hjá Loga. Þetta var alveg spurning hvort að Jóhannes Berg hefði ekki bara mátt fara strax í loftið í staðinn fyrir að fara í driplið. Og Logi Snædal hérna með frábært mark, gamla góða kringluskotið sem að Talant Dutsebaev gerði að sínu
fyrir mörgum árum síðan þegar hann var upp á sitt besta. Þetta skotafbrigði einmitt oft kennt við hann. Já, það fara þær í svokallaða síundatreyfingu. Logi kemur til klippingu. Já, þetta erfitt. Aftur valdi hérna Jói rangan kost. Þarna hefði hann átt að spila yfir og liðið hefði átt að fá 3-4 sendingar í viðbót og þá hefði allt opnast. Benedikt stjórnar hérna umferðinni á miðinni, fari Júka vinstri og Einar Þorsteinn Ólafsson með máttlítið skot en þess mátti gaman sketa. Einar Þorsteinn, leikmaður númer 33 í Val, er sonur Ólafs Indriða Stefánssonar, þannig að það er ekki langt að sækja hæfileikana. Það verður nánast ógerlegt fyrir guttan að fitta í fótspor föður síns en hann er efnilegur og lofar góðu. Og þá er það Guðjón Ágústsson sem að klúraði hérna og Valur gerir hrætt upp og Andri Finnsson með klúður. Ég held að þetta verði hörkuleikur hérna í kvöld, jafn og spennandi leikur. Já, Jóhannes skora þarna miklu harðfylgi. Og Martin Nats, alls óskildur Laszlo Nats, einum þekktasta leikmanni Ungverjalands fyrr og síðar. Frábær hreyfing hjá Benedikt þarna. Ég skil alveg vel að Valsara eru svektir, vildu fá víti. Þetta var eiginlega pjúra víti, verð ég að segja. En þessi hreyfing hjá Benedikt stórfengleg. Þessi finta breytt. Já. Og Sverrir Ver. Þetta er setning sem hefur verið sögð ansi oft hér á Víkingu TV síðan að útsendingar hófust. Sverrir er búinn að vera stórkostlegur í allan vetur. Já, Stimmi hérna með 2 tilraunir í röð og Gulli kallar eðlilega, hann vilji fá smá flæði á boltan og láta boltan vinna. Logi með stórkostlega línusendingu og
Óli klárar þetta. En Andri Finnsson snöggur að svara fyrir Val. Já, verður gaman að sjá hvaða Logi fer í núna. Já, fara bara áfram í 1 vinstri, Óli milli 1 og 2 og boltan yfir, losaði Stimmi. Þarna ætti Stimmi að koma með hann yfir á Jóa og Guðjón hefði mögulega verið frýr svo ef að framhaldssendingin hefði komið. Virkilega vel spilað á Valsmönnum, bolti gengur hratt og endar í horninu en Róbert Nökkvi Pettersen lætur Sverri verið að fara sér. Já, nú gera þær alveg eins nema hinum megin. Já, hérna gátum við séð að fóru 2 upp í Hávörn á Jóa og þá á hann að droppa boltanum yfir, þá komin svo kvöldið yfirtala hinum megin. Já. Fara hérna í stöðuskipti. Logi fær mann inn í sig og Stimmi aðeins og lengi gefa hann. Jæja, boltinn endar í hægra horninu, vel spilað og Guðjón skorar. Og Andri Finnsson með mark. Aftur fara þær í hornajúka, Logi fær væntanlega þristinn í sig og losar boltan yfir, Stimmi, já, að sjálfsögðu. Og Gauji skorar hérna fram á Martin Nats. Frábær hreyfing hjá Einari Ólafssyni, syni Ólafs Indriða Stefánssonar. Ákvæðlega snögg finta þetta hratt tilbaka. GN erðir á umhverfi áttu sinn þátt í þessari hreyfingu og marki. Já, slæmur tapaði bolti en Sverrir með frábæra vörslu. Farar í 2 línur hérna og fara í Kaíró í kjölfarið. Bolti vendalega endar á Benna hérna. Já, þetta var einfaldlega stórkostleg hreyfing og aftur er Benedikt Óskarsson snuðaður hérna vítakast. Ég skil reiði Valsmanna vel. Og Gulli fer í leikhlé. Staðan 8-7. Heimir Ríkharðsson, lögregluþjónninn Heimir Ríkharðsson, sótillur.
eins og ég talaði með hann að þetta verður hugsanlega stál í stál hér í allt kvöld. Valsmenn afar vel skipaðir, leikmenn á það eru margir leikmenn sem hafa unnið fullt af titlum í þessum elstu yngri flokkum, 4. og 3. flokk, og eru margir farnir að spila þó nokkuð með aðaliðinu. Anton Rúnarsson hérna með Heimi Ríka sinni með þetta valslið, þeir eru að gera flotta hluti með þessi stráka, en að samanskapi náttúrulega eru Jón Gunnlaugur og Andri Berg búin að gera virkilega góða hluti með Víkislið á toppnum í deildinni fyrir þennan leik. Liðinu var spáð 7. sæti. Taka fríkasti á réttum stað er svolítið mikilvægt. Já, Breki Hrafn með ágæti skot en rétt framhjá. Arnar Gauti Grettisson, Eyjamaðurinn Dagfars Prúði, fyrstur upp eins og oft áður. Setur hann. Það var leikmaður nummer 19 kominn inn á hjá Val, Sigurður Bjarni Thórodsen, væntanlega sonur Valgars Thórodsen sem að lék með Val lengi á árum áður. Hjalti Már fyrir liðsins komin inn á línu eftir að Ólafur Guðni hafi byrjað leikinn. Og boltan yfir. Já, Logi kallar á boltan. Þetta er atvik sem að ég vil að Jói horfi á upptöku eftir leik. Mæta bolta, segir Andri Berg. Þetta er bara hárrétt hjá honum. Gamla góða að vera búinn að taka 3 skref áður en maður grípur boltan og tekur 3 önnur skref. Einar Þorsteinn stelur hérna boltanum og Hörður Aðarsteinsson gefur hérna Egidíus Mikalónis 2 mínútna brottvísun fyrir kröftum mótmæli. Og þetta er dýrt að fá svona brottvísun frá leikmanni sem að situr á varamannabekknum. Það er þó skárra að þetta gerist á 19. mínútu heldur en á síðustu 10 mínútu leiksins. Já, þetta er nú bara held ég 3. vítadómurinn. Þetta er 3. dómurinn sem að
þeir eru að sleppa það sem hægt hefði verið að dæma víti hérna í leiknum. Það þó allan að samræmi báðum megin í þessum Já, virkilega vel gert hjá Jóa. Ógnar hérna sendingu inn á miðju, fer síðan hratt milli 1 og 2, smá sendingafeik, niðurstunga á fyrir milli 1 og 2. Virkilega vel gert hjá honum og líka vel gert að gera þetta einu færri. Ótrúlega gott að skora í undirtölu. Já, Valsmenn snöggir að svara. Þá kemur Hjalti Már inn á og jafnt í liðum. Fara strax í Kaíró með innlýsingu frá Arnari Gauta. Og já, ekkert annað hægt að dæma en vítakast þetta. Að minnsta kosti annar leikmaðurinn á tveim stendur hann inn í teig þegar þeir voru að verjast. Benna, eða Benedikt. Og Benedikt skorar. Hérna hefur allt verið galoppi ef að Stimmi hefði náð að losa hann. Það var ekki langt frá því. Virkilega vel gert hjá Jóa. Og lína dæmt hérna á Jónas Hákon. Það spurning hvort að Valsarar fara ekki að skipta markmann fljótlega. Kemur mér ekkert sérstaklega óvart. Ungverinn Martin Nats ekki verið að verja vel hérna í kvöld. Þetta atvinnumaður og já, vel gert hjá Breka sem keyrir hérna milli 1 og 2. Heldur breiddinni og keyrir í eyðuna. Já, alltaf aftur í sömu hreyfingu. Logi svolítið bráður hérna og fer í ótímabært skot. Þetta var fótur
vilja þeir meina rúmar 25 mínútur búnar af fyrri hálfleik. Staðan 12-10. Virkilega vel spilað hjá Völsurum. Óðinn Ágústsson með gott mark. Valsararnir góðir að leita að færinu. Taka ekki alltaf fyrsta séns. Þeir stimpla og leita þangað til að finna opnun. Arnar Gauti leysir hérna á móti og Logi Snædal með frábært mark. Fer hérna í jafnfætishopp sem að verða sjaldséðara í íslenskum handbolta. Ólafur Björn Lárusson og Einar Gunnar Sigurðsson voru reyndar mjög duglegir að þessu hérna á árum áður en fáir í þessu í dag, en þetta var gaman að sjá. Hjalti óöpinn þetta. Boltinn fór í fót hans, en Benedikt Óskarsson skoraði hérna enn eitt markið sitt í fyrri hálfleik. Þessi strákur, sonur Óskars Bjarna Óskarssonar, eins og ég kom inn á áðan. Einn allra efnilegasti leikmaður landsins. Fættur 2002 að ég hygg, frekar en 2003. Jóhannes óöpinn keyrir hérna milli 1 og 2 og setur hann yfir. Tvær mínútur eftir að fyrri hálfleik, 13-12. Þetta verður stál í stál. Allar þessar 60 mínútur, ég er handviss um það. Og Breki Hrafn Valdimarsson með frábært mark. Breki Hrafn alinn upp á Selfossi og gekk síðan í KR í yngri flokka og var síðan fór síðan í Val. Virkilega vel spilað og Hjalti klárar þetta. Þá er það fara í svo kallega þetta var Óðinn Ágústsson með svona öðruvísi undirrættaskot, virkilega vel gert hjá hann samt sem áður.
erfitt að eiga við þetta skot. Boltinn skýst þarna upp. Erfitt fyrir markmann að reikna hann út þegar hann fer í gólfið fyrst. Já. 14-14 í hálfleik. Hörkuleikur, við komum að vörmu spori.
Þá seinni hálfleikurinn komin í gang. 14-14, hörkuleikur. Næstu 30 mínútur verða ákvæðlega fróðlegar og spennandi. Já, Valsar spila vel, láta boltan vinna vel, vinna hálfamannin og láta hann flæða. Ekki að stoppa flæði með niðurstungum eða leita hérna línu og Breki losar hann vel og Þorgeir Arnarsson skorar hérna gott mark. Frábær hreyfing á boltan yfir. Logi heppinn það og fær tíma og pláss. Virkilega vel gert hjá Loga. Logi búinn að vera virkilega sprækur hérna í kvöld. Ég held að þetta sé ekki viljaverk en auðvitað þegar það farið í andlit þá þetta óumflýjanlegt. Já, það var skynsamlegt að róa einu færri, fá fríköst, fá langa sókn og koma vel út úr þessari undirtölu. Og boltan yfir. Virkilega vel spila hjá Loga. Fer hérna í stutt uppstök og droppar hann inn á línu. Ótrúlega mikilvægt að fá svona mörk í undirtölu. Það æði oft sem að lið tapa undirtölukafla 2-3-0. Þetta ákaflega gaman að sjá. Logi með enn eina gullsendinguna inn á línu. Hjalti klárar 17-15 jafnt í liðum. Já, Jói kemur hérna á blindu hliðina á honum, hann sterkur í þessu, notar þetta óspart í sínu varnarleik. Já, Þorgeir hætti við að fara inn. Hann hefur bara átt að taka sénsinn. Frábær línusending hjá
Benedikt inn á Andra. 17-16. Já. Hjalti Már með frábært mark. Þeir tveir hérna búin að vera algjörlega stórkostlegir undanfarnar mínútur. Logi og Hjalti. Logi að mata hann hérna inn á línu. Og Hjalti góður að vinna með gólfið í þessum skotum. Nota gólfið vel. Einar Þorsteinn Ólafsson. Hugsa Karl faðir hans var ánægður að sjá þetta mark hjá honum. Sveif hérna vel og lengi og sett hann. Frábær sending á Jóa. Á handboltamáli er þessi sending kölluð danska sendingin. Svona snöggt niður í horn og Guðjón einn á auðum sjó og klárar þetta vel. Og Sverrir með góða vörslu. Sverrir einhvern veginn alltaf góður. Alltaf solid. Skiptir svo miklu máli að vera með góða markmann sem er með þessa 38-45% markvörslu. Virkilega vel spila hjá Víkingum og Arnar Gauti setur hann þarna nær. Eins og ég talaði um í fyrri hálfleik, það er bara spurning hvort að Valsarar fara ekki að skipta markmann út af. Nei, ég segi svona að hann hefur ekki alveg verið að finna sig, Ungverinn. Það er hérna tveir ungir og efnilegir markmenni á Val á bekknum. Tapaði bolti, óefni. Og Sverrir nánast greip hann þetta bara. Selfysingurinn Sverrir Andrésson. Sverrir er ekki bara góður markmaður heldur ótrúlega mikilvægur félagsmaður. Alltaf boðinn og búinn til þess að dæma og er mættur hérna á laugardagsmótnum og sunnudagsmótnum. Svoleiðis félagsmenn eru gulls í gildi. Já, Logi Snædal heldur hérna áfram að spila geysilega vel. Og ruðningur dæmdur á Andra. En ég verð að segja að mér fannst uppstökkið inn úr horninu hjá
Tómasi Sigurðarsyni ákaflega lofandi. Þetta er hávaxinn strákur sem að hoppa vel upp og svífur. Greinilega mikið efni. Virkilega vel gert. En Martin Nats verður hérna vel. Ná, Guðjón einn. Já, bara skynsalegt hjá Egidíus. 4 mörkum yfir og það liggur ekkert á. Þá kemur Bjartur Már Guðmundsson inn. Bjartur Guðmundsson. Held hann sé Már. Og Stimmi með frábært mark. Og Heimir Ríkharðsson með Egli. Nú þurfa þeir aðeins að núllstilla sig og finna lausnir og koma með alvöru áhlaup. Ætli þeir sér að gera eitthvað í þessum leik. En gaman að sjá Bjart Guðmundsson koma hérna inn á miðjuna. Þetta er ungur og efnilegur strákur sem að ég persónulega hef alltaf séð mikið í. Hann er með fínar hreyfingar og margt gott í sínum leik. Og vonandi stimplar hann sig hérna bara inn. Örn Ingi og Gulli að gefa honum hérna góð ráð. Mjög gott fyrir Bjart að fá ráð frá Örn Inga. Örn Ingi miðjumaður sjálfur og spilaði í atvinnumennsku og er einn besti leikmaður deildarinnar hérna heima. 19 mínútur eftir. 22-17. Hörður stoppar hérna leikinn og aðeins kemur með föðurleg ráð. Alvöru fætingur hérna inn á línu. Og Sverrir heldur uppteknum hætti. Ég held að sé engin spurninga eins og hann er búinn að spila í vetur og þá er hann bara besti markmaðurinn í þessari deild eins og þessa myndir. Jæja, Bjartur stjórnar hérna leiknum á miðjunni. Frábærlega gert. Þá kemur Jón Sigfús Jónsson inn á í markið. Það er spurning hvort að þeir hefðu kannski átt að gera þessa breytingu fyrir, en það er alltaf erfitt að auðvelt að segja þetta hérna upp í blaðamannastúku. Já, Óðinn með máttlítið undirendaskot.
Já. Nú væri bara gaman að sjá Víkingsliðið bara fara hérna 8-9 mörkum yfir á næstunni. Og Benedikt fyrstur upp og setur hann á hausinn á Sverri. Og mikilvægt fyrir Bjarta að halda haus, halda kúlnu. Hann þarf að vera yfirvegaður. Já, nú fara þeir eiginlega í Jói gerir þetta vel. 24-18, 16 mínútur eftir. Já, skref. Frábær línusetning á vítakast, já. Guðjón stóð inn í teig. Virkilega gaman að sjá þessar hröðu, leiftursnöggu línusendingar hjá Benedikt yfir hausinn á varnarmönnum Víkings. Og hann skorar 24-19. Það er spurning hvort að þessi breyting á varnarleik Vals muni... Nei, þeir voru áðan eiginlega í svona einhverjum 4-2. Arnar Gauti skot framhjá. Nú þurfa Valsarar svolítið að spila aðeins breiðar og reyna að fá opnun kannski í vinstra horninu. Já, skynsamlegt hjá Gulla og Andraberg aðeins að leggja ráðinn og núllstilla hópinn. Valsarar aðeins að sækja í sig veðri hérna. Spurning hvort að þeir muni verði eitthvað aðeins muni bæta eitthvað í vördina eða þar að segja að fara enn framar á eftir. Það kemur í ljós. Logi hérna kominn aftur inn á eftir að Bjartur tók nokkra sóknir og Logi fekk aðeins að blása. Já, Benni hérna fer framalega á Styrmi en
Jón Sigfús með virkilega góða markvarslu. Anton og Heimir Ríkharðsson búin að kæla hann á bekknum í allan leikinn. Hann er búin að koma með frábæra innkomu hérna. Þetta leit. Þetta er ekki viljaverk hjá Benedikt. Bara báðir í baráttu um boltann. En þetta leit vægast sagt ekki illa út. Hjalti skall hérna með nakkan í gólfið. Viljið þið skoða upptökuna, takk? Ekki skil ég hvernig þeir fá þetta út, en og þurfa Valsarar ef þeir alltaf einhvern tjens í leiknum að fá mark hérna. Frábær sending hjá Sverri og Jón Sigfús með alvöru vörslu enn eina. Á meðan er atvinnumaðurinn Martin Nats bara á spýtunni. 24-20. 11,5 mínúta eftir af leiknum. Einar Þorsteinn hérna áfram fyrir framann í sendinum hjá Val. Og virkilega já. Ég verði ekki að ég verði að sjá þetta bara aftur. Ég get ekki alveg myndað mér nægilega mikla skoðun á þessu dóm og þessu atviki. Ég kíkja á upptökunni í kvöld. Óli heppinn að fá hérna frákasti aftur og skorar gott mark. Rúmar 10,5 mínúta eftir af leiknum. 25-20. Valur hérna í undirtölu. Taka markmann út af. Svo sem ekki mikið í kortunum að Valur fá okkur út úr þessum leik, en sjáum hvað setur. Og Jóhannes klókur hérna á stálboltanum og fær hérna vítakast, 2 mínútna brottvísun á Brekarhaf.
fyrir að vera aftan í Jóa. Jói var stattur fremstur á vellinum og þess vegna faraði þennan dóm. Og Egidio skorar 26-20. Já, þetta er erfitt hjá Val. Þorgeir Arnarsson kominn hérna hægra megin. Já, Valur spila hérna 5-6, eru núna bara einu færri. Mistu 2 út af með stuttu millibili. Já, Sverrir á auðvelt með þetta. Ekki fjarri því að hreinlega grípa boltan. Og Arnar Gauti skorar hérna mjög gott mark. Setur hann í gólfið fjær. Það hefur ekki verið mikill broddur í Valsliðinu hérna sóknarlega í seinni hálfleik. Spurning hvort að þeir fari í einhverjar drastískar breytingar varnarlega til þess að reyna að hleypa þessu upp. Þó að þessu ekki að fara að ná í sigur hérna líklega, en hlutinir eru fljótir að breytast í handbolta. Við sáum í gær á leik Vals og K.A. fyrir norðan að K.A. voru 6 mörkum yfir þegar 6-7 mínútur voru eftir að leiknum. 7 mínútur eftir að leiknum hérna í kvöld. 27-20. Það hefur verið... Já. Logi með 2 mínútna brottvísun. Þarna mætti Óðinn vera aðeins breiðar á vellinum. Í yfirtölu þá skiptir miklu máli að spila breitt. Nýta sér yfirtöluna vel. Og Einar Þorsteinn með gott mark. 27-21, 6 mínútur eftir. Og fara þær væntanlega hérna enn framar á það. Þeir hafa enga að tapa. Þeir munu örugglega reyna að stela boltanum þegar þeir eru að dribbla hérna fyrir fram á þá. Og Styrmir fiskar hérna víti. Vel gert, smá snerting og réttu dómur.
Egitíður skorar 28-21. Seinni hálfleikur búinn að vera virkilega góður hjá Víkisliðinu. Enda liðið í hörkustandi og með mikið sjálfstraust, verandi á toppnum. Róbert Pettersen grípur ekki boltan þetta. Og ég kemur aftur inn á. Og Andri skorar. Ég verð að segja að Valsliðið er mjög öfnilt. Það vantar kannski svolítið svona skap í það og þeir eru hæfileikaríkir. Það vantar eitthvað svona smá karakter og skap og það vantar einn leiðtoga í þetta lið. Eitthvað sem er svona vókal og lætur til sín taka. Frábær samvinna hjá Benedikt og Andra. Ólaði Guðni fær 2 mínútna brottvísun. Þrjár og hálf mínúta eftir að leiknum. Valur lítur að skora núna hérna, já. Og svo faraði vantarlega maður og mann. En ég meina þetta er 6 marka forskot, leikurinn löngu farinn. En þeir hljóta reyna eitthvað svona allan upp á málstæðin. Já. Ég spyr, af hverju fóru þeir ekki bara fyrr í þessa 3-3 vörn? Þetta hentar Víkisliðinu ekki vel að fá þessa vörn á móti sér. Já. Og Þorgeir með gott mark. Það er áhört að sjá hvernig þessi 3-3 vörn heldur áfram að virka hjá þeim. Og þarf að fá góða hreyfingu á bolta og ekki margar niðurstungur og fá innleysingar á móti helst. Já, klaufalegt hjá Róbert Pettersen. Heimir Ríkharðsson fær hérna guldspjald. Já, þá þurfa Valsararnir að fara aftar eðlilega. Verandi einu færri. Sniðugt hjá Ragnari Gauta að fara bara í innlinsuna. Já, hending hún upp og Jón Sigfús búinn að vera bara frábær eftir að hann kemur hérna inn og
vonandi bara að hann spili ennþá meira í næsta leik fyrir Val. Þetta er greinilega mikið efni. Og Benedikt minnkar hérna í 29-25. Þá kemur inn á Gabriel Ágústsson, fæddur 2005. Mikið efni. Gaman að sjá hann fá hérna 1 mínútu í lokin. Og Óli skorar 30-25. Þeir 80 sekúndur eftir. Þetta er frábær sigur hjá Víking og þeirra sigurganga heldur áfram. Nú var bara gaman að sjá Gabriel Ágústsson skora hérna 1 í lokin. Taka 1 gott skot. Fari í alveg árás og já, þetta er að fjara út hérna. Þetta er að klárast. (30-26) Sigurganga Víkings heldur áfram og þeir eru á toppnum sem fyrr. Þeir fagna hérna ærlega. Það verður líf og fjör hjá þeim í klefunum eftir. Frábært hjá þeim að vera að halda sér á toppnum. Þeim að spá 7. sæti fyrir mót. En við þökkum fyrir í kvöld og minnum á næsta leik sem er ekki alveg viss. Ekki tæknimaðurinn heldur en allt í góðu. En já, við þökkum fyrir í kvöld. Takk fyrir.